Komið sælir aftur á orðinu góðir. Við erum hér í Víkinni að fylgjast með leik Víkings og Fjarðabyggðar. Staðan 2-0 í hálfleik. Víkingum er vel fyllilega verðskulduð fórhóðstækis að Garðakunum aftur. Já, þeir eru búin að vera mun sterkari í leiknum og þetta Fjarðabyggð sjálf sem fengið eitt og hálft færi í þessu leik. En þeir eru vist að gera einhverja breytingu á liði sínum í dag. Það er átt að sjá hver að fara út af. Vapn er þarna, Fannar er á miðjunni. Já. Númer 6 er að koma, Stefán Þór Eysteinsson sem er að koma inn á. Já, hann kemur inn hérna 45. Já. Hver var það sem fór út af? Við verðum búin að finna út úr því eitthvað tímann hérna í hálfleiknum. Sýnist það sem leikmann númer 17 er þannig að þá. Breytingu á liði sínum, út af fór leikmann númer 10 Gretar Örn Ómarsson. Búið að leysa þetta fyrir okkur. Leikmann númer 6 Stefán Þór Eysteinsson. Þakku Tómasi fyrir það. Já. En þeir vinna Holl hana fyrstu mínútum og ef þeir nýta þetta vel þá er aldrei að vita hvað gerist í þessu. Já, þá rifja það upp í hálfleika af 75. mínútu. Við leik þessari liða hér á síðustu leiktíð var Víkingur 2-0 yfir og tapaði þeim leik 3-2. Þannig að þetta er allt annað en búið. Það kemur hornið. Fín spyrna, lág reyndar en þá ná ekki hemja boltan og Dóri inn á honum, en þetta er skelfileg spyrna þarna en það bjargast. Helti gefur innkastið. Já, fín. Hann á Sigurður Lárusson sofandi. Já, Sigurður Lárusson sofandi þarna en hann náði að redda þessu. Já, Ragnar með spyrnuna og það er hornspyrna. Fínt kicks hjá Agla Atlasin hérna. Já. Það er ákveðni hérna strax í byrjun. Já, Fjarðabyggð. Heimir Þorsteinsson hefur greinilega lesið aðeins yfir hana. Það er að spyrnan hérna ekki miklu, en þetta er klárlega það sem þeir verða að treysta dálítið á í þessu leikjum. Það eru föstu leikandrin því að þeir eru ógnandi þarna. Já, fá aftur innkast. Góðbyrjun hérna á seinni hálfleik hjá Fjarðabyggð. Já, löngsending fram. Helgi Hjelt er þetta. Baráttunni þarna við Daniel og Andra. Það fær innkast. Bíður eftir innkastið kemur langt inn á teiginn. Já, vel gert þarna. Það er ekki nógu gott fyrir Fjarðabyggð að vera eitthvað ógnandi í sóknarhornum. Þeir eru verið að líka verjast betur en þetta. Þetta var náttúrulega bara munaði litlu að Víkingarnir hefðu refsað þannig. Já, gjörsamlega sofandi. Algjörlega, það Iðulega fylgir það liðið með eru sterk í sóknarlega í föstu leikandunum þá verjast þið líka vel en þetta var slaku varnarleik og voru bara ljónheppnir að þeim hefði ekki refsað. Já, það er rótafullir það að þriðja marki myndi líklegast drepa leikinn kláran. Dofri er komin hérna aðeins vinstra megin, hann að Sigurður er komin hægra megin. Þannig að þá koma þeir ef þeir fá boltan koma líklegast til með að taka hlaupið inn á miðsvæði og vera ógnandi. Vel spilað hjá Víkingarna. Já, og fá innkast. Þannig að aftur fá við langt kast eða hvað. Já. Já, þetta náðu þeir að hreinsa. Þannig að Bessi. Nei, hann leifur ekki eins og eftir þessu, missir bara boltan. Þetta er náttúrulega bara lélegt, maður verður að halda boltanum betur en þetta. Þarna hafði hann möguleika líka á að setja Mílos undir pressu og gerði það ekki. Maður verður að sýna betri karakter en þetta ef hann ætlar sér að vera í þessu liði.
Já, baráttan hérna á miðsvæðinu. Vel gert á Kristni. Ég veit að Stefán Eysteinsson sem var að koma inn á er hérna Já, góð sending á Kristni. vel gert. Helgi. Já, Daniel kemur þessu frá. Og þeir losa svo pressuna. Já, það sem ég ætla að segja er að Stefán Eysteinsson, hann er ekki neitt í leikæfingu. Þetta er strákur sem að spilaði vel fyrir Fjarðabyggð í fyrra og var mikið til í liðinu en er búinn að vera út í Bandaríkjunum og kom bara heim að mér skilst aðfarnótt sunnudags. Já. Þannig að hann er ekki búinn að vera að spila mikið og er ekki mikið til leikæfingu og líklega þess vegna sem hann byrjar á bekknum. En Rétt búinn að losa sig við þvottuþreytuna. já, vel gert. Flott sending. En já, Hjalti með Já, vanda sendinguna betur. Já, hann fáði hotnið. Allur Já, líkindum. Já. Víkingarnir er að sækja sér veðrið og eru mjög ógnandi núna. Já, tók á okkar 3 mínútur að vakna hérna í seinni hálfleik en þú voruð bara farnir að spila eins og þið gerðu fyrir mörkin í fyrri hálfleiknum. Kemur Sigurður með hornspyrnuna. Já, nei, missir boltan Rajkovic og hvað? Það er svo bjargað af leikni. Það segir sem svo er. Já, þetta var ekki neitt. Nei, þetta var nákvæmlega ekki neitt. Þetta var ekki neitt, þetta var bara... Markurur skóaferð. Já, þetta var bara á hans ábyrgð að vaða út í þetta. Já, það gera það ekki betur. Já, lögst hérna fram. Víkingarnir eiga við þetta. Það er umrættu Stefán. Já, vel spilað, fínn bolti. Hann komaði boltanum upp í hornið og setja varnarmannu undir smá pressu. Þetta er verið að koma sér þannig framar á völlin. 16 ára gamli Sveinn með yngastið. Gaman að sjá svona unga stráka fá tækifæri. Ekki oft sem við sjáum á 16 ára á vellinum. Nei, það er alveg á hreinu. Hérna með sendinguna. Já, ágætisbolti. Já, hérna er Stefán. Nei. Vel gert hjá Halldóri. Fjarðabyggð vinnur boltan aftur. Já, Jóhann. Færi aukaspinnu. Já, það sem hann vill. Nú getur hann sendt fyrir og búið til dauðafæri eða hvað. 7 mínútur liðnar hér að seinni hálfleiknum. Staðan ennþá 2-0. Víkingum í vil. Sólinn skín óþægilega í handlit á okkur núna. Já. Þetta er dauðafæri. Nei. Óheppinn þarna, Rafn Heiðdal. Dæmdi rángstöðu. Já. Enga séðu glæsileg tilþrif. Já, hann má ekki miklu muna en Þetta er þessi fyrstu leikadrið. Þetta er komið einhver 5 fyrst leikadrið sem skapa hættu. já, þetta er Með einum öðrum hætti. Þetta er klaufalegt að láta dæma sér rángstæðan í svona atviki. Já, það hefði verið alveg grátlegt ef þetta ferði í netið að fá svo rangstöðuna. En þarna sýnir okkur það samt að Víkingar verða að vera vel að verði. Já, Að Helgi fær inn í bakið hana. spurning hvort þetta kveiki í Fjarðabyggð og þeir nái að halda áfram með hvort að Víkingar lyfti sínum leik upp aftur. Þarna er Rafn. Ingi. Þetta Aukaspinna. spila þarna að fara aukaspinnu. Víkingarnir. Jæja, koma boltanum inn fyrir. Helgi setur pressu á varnarmanninn. Það er vel gert hjá Danieli hana. Rángstæður. Já, flækir fyrir upp með Víkingar Það eiga boltan. lætur leikinn að halda áfram. Vel gert hjá leiknið hana. Já, Í klaufalegt hjá Halldóri Smára. Mér finnst Halldór Smári ekki hafa fundið sér vel í þessu leik. Annars mjög lunginn spilari. já, gefur hérna aukaspinnu. Já, þetta er bara klaufalegt hjá honum. Já, Hann er yfirlega mjög góður spilari. Heldur bolta vel inn í leysið. En mér finnst hann ekki hafa verið nógu öflugur í dag.
getur mikið með þetta. Hávaxinn strákur og hann fer beint á Daniel Frey. Það var að stoppa hann í þessu. Spurning hvort það reynir ekki að finna Daniel, þeir eigin spilna við. Vel á gert hjá þeim. fjærstenguna. Já. Dæmir aukaspinn hann á Bakreiting Daniel líta á bakið á Halldóri. Það var greinilegt. Enn og aftur eru þeir að sína það að þeir eru að detta í færið. Þetta munar ekkert miklu hjá þeim. Nei, 10 mínútur liðnar að seinni hálfleik. Þeir eru jafnræði með liðanum hérna í seinni hálfleik en staðan er 2-0 fyrir Víkinga. Þannig að Halldór í skallaboltanum vel gert. Helgi. Heldur boltanum vel, nær sér aukaspinnu. Stefán Þór. Bessi Víðsson getur lært mikið af Helga þarna. Heldur boltan vel upp á topp og krækir svo í aukaspinnu sem kemur mönnunum fram á völlinn. Bolti en Nei. furðulegasta útkast leiksins. Þetta er sérstakt. Já, kom boltanum í netið þarna Sigur Egill, sparkviss. En það var búið að flauta og Reykjavík nennir ekki að segja boltan í markið. Hann er kannski bara sáttu að tapa 2-0. Já, getur verið. Þetta var allavega einkennilegt útkast og átti skilið refsingu fyrir það og við það sem að Sigurður bauð þarna upp á. Bessi í vandræðum. Hann var að stíga manni betur út þannig að halda boltanum betur. Þetta er ekki nógu vel gert hjá honum. Lokabolti þarna upp í hornið á Helgi setur pressu á Inga. Það var að smá skallatennis og Inga sem að Víkingar eiga. Við látum nú ekki mikið í sér heyra þessir fjölmörg áhorfendur hér. Þeir eru nokkuð sáttir við stöðuna bara og voru meira í hlutverki áhorfenda heldur en stuðningsmannsins. Þetta er vel lesið á Fjarðabyggð að koma boltanum hann út. Þarna var ungi strákurinn ekki að lesa leikinn vel. Nei, Kristinn og Sigurður með Daniel svo með hreinsunina. Hjalti Már segi hérna hægri bakvörður. Vinstri bakvörður. Já, vinstri bakvörður. Þorvaldur Sveinn hefur ekki sést mikið núna. Nei. Hann lítið að fá boltan. Greinilega að loka vel á hann. Já, hann er... Það er góð vörn. Sigur Egill fær hornspinnuna. Það verið hættulegar hjá honum þessa síðustu. Já. Þessi með tegin og Daniel er ekki að hreinsa. Helgi Sigurðsson og vel varið á Reykjavík. Hann þefar þetta uppið hann inn í tegnu. Þetta verður menn að passa. Hann er hann alveg stórhættulegur. Ótrúlega lúkinn að koma sér í færin. Eins og gammur eins og Bjarni Féll hefði orðað það. Hann er bara búinn að sýna það í vetur að hann er sko ekkert búinn að missa markanefið sitt. Hann er búinn að skora gífurlega mikið í vetur og búinn að vera svona einn mest ógnandi maðurinn hjá Víking en þeir eru nú búinn að fá Dofra í dag sem er nú búinn að sýna að hann ógnar verulega og það er kannski gott fyrir Víkingana að fá. Ja, það hjálpar þeim óneitanlega ef aðrir menn aðstofa við markaskorun.
En við reiknum með því óneitanlega Helgi eftir að skora mikið þegar deild í sumar. Já, það verður þannig. Já, Sigur Egill. Vel gert hjá honum. Ræðst á Svein og fær hornið. Já, En Helgi kemur samt yfirlega alltaf til með að vera með 1-2 menn á sér í hverjum einasta leik og er klálega maður sem að þeir koma aldrei til, andstæðingar koma aldrei til með að gleyma inn í teiknum. Þannig að hann hérna, það er erfiðara fyrir hann að skora eftir að marka aðra. Já. Bessi út af. 15 Bessi Víðisson og inn á kemur leikmaður nummer 14 Daniel Kristoff Sakalúk. annar 16 ára strákur, Já, eða 17 ára, nýorðið 17. Já, 4. maí, það er bara ekki vika síðan. En Bessi Víðursson hann þarf aðeins að hérna reyna að taka meira til sín í leikjunum. Hann verður að halda boltanum betur upp á loft, upp á topp, til þess að nýtist þessu fjárðabæði betur. Sigurinn með, en nála því að skapast hætta. Já, spurning hvernig þessi ungi strákur kemur inn í þetta. Já, Daniel. Gerir vel þarna, fiskar aukaspinnu og Helgi Sigurðsson klókur þarna. Tefur framkvæmt aukaspinnunar og svo kemur bara spark út í lofti í það. Gult spjald á Dofra. Þeir eru örlítið og sendi inn í tæklinguna þarna og missir á boltanum. Já. Og ég fjaraðbyði þetta aukaspjörn á hættulegum stað. Já, það má vel að segja það. Út á miðjum velli fyrir miðjumarki. Það er nú magnað. En Daniel ætlar ekki að fara inn í þetta núna, greinilega. Jú, þarna röltir hann að stað. Hann fekk höggið þarna frá Dofra, hann fekk sparkið í sig. Þannig að hann hérna... Þannig maðurinn sem að miða þeirra á, hann verður að harka af sig bara. Og svo eru þeir tilbúinir Rafn og fleiri að pikka þetta upp. Leiknir eitthvað aðvara Pál Guðlaugsson hana, síns mér. Já, þá kemur aukaspyrna. Já, sérðu Daniel, Daniel. velgert hjá honum. Ó, munna litlu hana, þetta er... Já, ná að leysa Víkingarnir, velgert hjá Víkingunum líka. maður hana, Þorvaldur. Rámstaður. Já, Helgi er Rámstaður. Já, klaufalegt hjá Helga hana, hann átt að lesa leiki betur hana. Já, Dóri var þetta sem að skallaði boltan, ekki Þorvaldur. Velgert hjá honum. Það var Helgi. Gott hlaup hjá Volter, frábær sendingu Kristni Magnússyni. Ágætisbolta fjær. Já. Þeir heilsa frá. Helgi biður víti eða eitthvað. Já. Ég veit ekki hvað, það var ekkert á þetta. Nei, það var ekkert. Vel gert hjá Agli. Já, Kristinn aftur með góða sendingu á Volter hérna. Já, Jóhann Benningsson er greinilega kominn á kantinn og hann er ekkert að elta tilbaka. Þannig að hann gefur Volter bara tíma og pláss til þess að vaða kantinn. Já. Jóhann Benningsson er ekki duglegasti leikmann í þessu liði, en klárlega sá hættulegasti fram á við og ég held að Víkingar verða að nýta það betur. Þarna leikur hans er á Volter. Já, vel gert hjá honum. Illa gert hjá Volter og Halldór Smári eltir hann hana. Hann er í hornið. Já. Vel gert hjá Jóhanni. Flottur sprettur. 64 mínútur tæplega liðnar að leiknum. Staðan 2-0, bæði mörkin í fyrri hálfleik. Víkingar þar yfir. Það var Jóhann með hornið. Já, þetta var ekki sérstakt. Nei, það var að reyna eitthvað sem að Kemur Dofri hérna. átti eflaust að framkvæma öðruvísi. Já. Það er bara innkastið. Fjarðarböðum fljótur aftur. Náum stillu. Sjálfsveit snerting þarna hjá Þorvaldi Sveini.
Tekið hérna upp sóknina á röftustu vílunu, reyna að búa sér til eitthvað plás. Þá erum við farið í árásina. Já, Gott hlaup hleypur Hjalti í uppkantinn. Það er að vanda móttökuna betur. Fær boltan aftur. Það var Þorvaldur. Og Kristinn og Þorvaldur leika þarna sín á milli. Dóri. Þetta er vel spilað hjá Víkingunum. Aftur er Halldór Smári að klikka á sendingu. Já. Þetta er ekki vanalegt að sjá hann klikka á svona mörgum sendingum. Vinna aftur boltan, vel gert hjá Víkingum hérna. Framalega á vellinum og láta boltan ganga vel sín á milli. Sigurður með skotið. Það er, já, hann þarf að tippa þessu yfir. Já, þetta var hættulegt. Gott skot eða misjöfnum sending. Já. Það skiptir svo mikið neinu máli. Nei. Hann sýndi það reynda með skotunni hérna í netið áðan þegar var búið að flauta Hannes Markvís. Það er aldrei að vita nema hann hafi séð Rajkovic framalega. Tekkaði hotið stutt. Dóri kemur á móti. Sigurður með fyrirgefina. Í bolti. Já. Hannes Markvís og öflugur þessi strákur Sigurður Egill Lárusson. Ekki nema 18 ára gamall. Í úrvalsdeildinni var seinni hálfleikur FH Vals að byrja, þar er staðan 1-1. Já. FH búinn að jafna Hlíðarenda. Já, just. En það er allir að fylgjast með þessum leik. Það er ekki spurning. Ég efast þessi hræða á Hlíðarenda. Já. Vel gert hjá Volter hana. Þarna verður varnarmaðurinn að stíga hann betur út. Þessi varnarleikur ekki til útflutnings. Mjög illa gert hjá Jóhanni Bindsinni hana. Það er búin að ná öllum tökum á vellinum aftur. Víkingar er svona að fara að minna svolítið á það aðdragandann af því þeir skoruðu hann í fyrri hálfleiknum. Já. Þetta er bara út í lofti hjá Fjarðabyggð. Þeir verður að halda boltanum betur hjá sér. Víkingarnir farin að spila vel hana í kringu þá. Dóri með boltan út á handinn. Helgi Sigur. Já, Helgi með sendinguna fyrir hann aftur fyrir hann er. Það er alltaf þessi með hjálp hotmann hans. Ekki með Sveinn. Slögsending. Og svo Reynsson út í innkast. Frá Hagli. Þetta er auðvelt fyrir Víkingarna að leysa þetta. Já. Fjarðabyggð að kemur Volter upp kantinn aftur. Jóhann eftir hann ekki neitt. Hann er kominn hann upp í hornið. Volter aftur. Með skoti og vel varið. Já, þetta er vel gert hjá Víkingunum. En þetta er alltaf að koma upp hann hægra minni á Víking þar sem að Jóhann Ragnar Bindsson hann er ekki að nenna að verjast. Á kannski ekki að verjast, ég veit það nú ekki. Það er kannski skipið frá þjálfarnum. En það er að opnast alltaf mikið svæði hérna á hægri kantinum fyrir Volter að koma með hlaupið úr bakhörnum. Já, það er boltinn komin út á hotvanna. Sigurður Egill getur tekið spyrnuna. Fínasta spyrna. Já, fínt hotn. Dóri, flott móttaka í honum. En sendingin ekki. Slagbolti, útspark. Það sem Fjarðabyggðarmenn verða að gera, þeir verða að halda boltanum betur, koma boltanum bak við vörnina, þar sem þeir geta sett þrýsting á varnarmennina. Þar vinna þeir yngust og hotn og þar eru þeir hættulegastir. Skemmtilegt skopp á vellinum hana. Já, Þorvaldur fekk högg á nakkan. Já, en verkar þetta sér. Þetta er óþægilegt en hann fengið svona áður. Já.
Dofri. Það ekki komið boltanum á samverja. Já, vinnur Já, boltan vinna aftur, boltann. vel gert hjá honum. Þannig að kemur ungi strákurinn og hann reynir allan að setja þrýsting á hann. Hann leysir þetta vel hann Glogkovac. Og þeir geta byggt þetta upp á nýtt. Úr afturstu vílunu. Sjöftuðu mínútur eftir að venjulegu leiktíma staðan 2-0 fyrir Víkinga. Egill með langa sendingu fram. Já, flott tilurri þarna á Dofra og Helgi nær ekki boltanum. Duglegur að pressa þarna Hjalti, vel gert hjá honum. En vel gert hjá Fjarðabyggð líka. Já, vel gert þarna hjá Stefáni Eysteinsyni. Það er innkastið. Já, dreifir þetta áfram þarna. Það var á Daniel. Góð móttaka, vel gert hjá honum, hann heldur boltanum vel. Óöppinn þannig. Það má ekki við margnum. Helgi vinnur þennan skallabolta, en Daniel er mættur og gefur svo innkastið. Það var ekki mikið í þessu sem segir mann það að Fjarðabyggð geti komið sér inn í þennan leik. Nei, ég er sammála því. Nokkuð þægilegt hjá Víkingum þessa stundina. Já, þeir hafa öll völd á þessu og þeir halda boltanum ágætlega innan liðsins og er að reyna að bíðast til rétta mómentunum til þess að keyra á þá. Já, Dóri býður hérna upp á sendingunni við Svein. Það sækja svolítið á unga bakvörðinn, skiljanlega. Það er aftur nóg að gera. Gerðu lítið af því í fyrrháleik, fóru við meira upp hægri kantinn. Nú er þeir svona örlítið að fara meira hérna upp vinstra megin á 16 ára bakvörðinn. Þessi bolti var langur frá Agli og Rajkovic kemur þessu í leik. Já, vill á boltan strax Hjalti og fljótur að koma þessu leik á Dofra. Góð vörn í Stefáni. Já, það er Þessi alveg klár. ljóst að Stefán Þór verður komið inn í leikæfing og búinn að losa endalega við þreytuna, þá styrkir hann þetta lið verulega. Ekki spurning. Kristinn Magnússon. Glogkovac kemur boltan fram. Ágætis sending. Helgi alltaf tilbúinn að stela þessu að fellur eitthvað fyrir hann. En ekki þetta skipti. Sautján mínútur eftir að venjulegu leiktíma. Staðan 2-0 fyrir Víking. Þetta er örugt eins og staðan er. En eins og oft áður þá er alveg þarna dæmir hann óskiljanlega aukaspinnu. Já. Leiknir Hókusson, þetta er... Það var einhver ástæði fyrir þessu sem áttum okkur ekki á. Já, en nú er hann Daniel að taka þetta en Jóhann Ragnar er ekki að hlaupa hérna yfir á hinn kantinn og taka þessa spinnu. Spinnu hvort það sé orðið þreyttur. Já, svo hvað Daniel gerir. Ágætis bolti hérna fjær. En ekkert verður úr því. Nei. Ingi sendingun þarna allalegðu upp á Magnús Stormar, sparka beint tilbaka. Já, hérna er Þorvaldur Sveinn. Þetta er klaufulegt. Já, en reddast fyrir hann. Flott sending. Frábær. Helgi Sigurðsson. Glæsileg sending hjá Þorvaldi. Frábær sending. Helgi hefur nú átt að geta nýtt þetta betur. Já, tók hann hann í skrefun en hann fell ekki fyrir hann og boltinn yfir. Skrítið hann að tekja með vinstri þarna en ekki með hægri. Já, það var skipting á báðum liðum. Víkingar gera breytingu á sínu liði, út af fyrir leikmaður nr. 6 Halldór Smári Sigurðsson og inn á kemur leikmaður nr. 18 Milos Milojevic. Já,
Já, Mílós kom inn á. Já, leikmann sem var hjá Hamri í fyrra. Já. Er þjálfari fjóraflokks skalla hjá Víking og var að gera þá á Reykjavíkurmeisturum. Mjög klókur leikmaður, spila boltanum vel, heldur hann vel innan liðsins og ég held að hann komi til að nýtast vel í þessu leik, þar sem Fjarðabyggð liggur aftarlega. Já, og Hilmar Freyr Bjartarsson að fara út af hjá Fjarðabyggð. Nú þarf það að sjá númerið á þeim sem inn á kom. Reykjavíkunni það hérna rétt strax. Já, það er Hákon Þór Sófusson að kom inn á fyrir þá. Já. Síðasta skipting Fjarðabyggðar, stígur á boltan þarna Þorvaldur. Ég held að þarna kennum við vallaraðstæðum. Völlurinn er laus í sér og er ekkert sérstakur eins og staðan er. Já, það er ekki ólíklegt að spili veruleginni þarna. Vorbragur á vellinum, það er ekki spurning. Eftir heitan vetur og kalt vor. Já, vel gert þarna. Já, það er að skila þessu allarlega út af. Hann að gera það vel, þeir koma boltanum upp fyrir vörnina og setja þrýstig á hann. Já, Hákon, hann er fættur 93 eins og svo margir félagar hans. Þetta er með eindæmum þessi 16 ára guttar hérna. Við gera sína aðra breytingu í dag og leikmaður nr. 20 Helgi Sigurðsson. Jæja. Ekki skora hann í þessum leik. Jakob Spansberg Jensen líklegast að koma inn á. Og inn á kemur leikmaður nr. 12 Jakob Spansberg. Leikmaður sem kom fyrst til okkar í leikni á sínu tíma. Tekur nú fyrirlega bandið af Helga bara hana. Já, spenntir af saman sig. Já, hann er ekkert að eyða í einhvern annan. Nei. Hann hérna, þetta er mikill markaskorari og er öflugur leikmaður en hann verður stundum að nenna hlutunum meira heldur en hann hefur gerið oft. Já, hérna fara hann að hlaupa. Herðisleysu, boltinn út af. Hann meitti sig illa undir lok tímabilsins í fyrra og hérna, þetta er nú bara aukaspinna. Þorvaldur. En Leiknir sá ekki ástæðu til þess. Nei. En hérna, Jakob er mikill markaskorur og hérna, en svona aðeins öðruvísi leikmann heldur en Helgi. Hjalti með slaka tilbúið þarna Hákon. Já, ágætt hjá honum, heldur boltanum, finnur Daniel. Vel gert. Já. Vel gert hjá Daniel hérna, vel gert. Þetta er aukaspinna. Já, klárlega aukaspinna. Þetta er klárlega aukaspinna, hann getur ekkert kvartað við þessu með þess að guldspjald, það tósar í hann hana. Já, þetta er... Egil Atlason kom með guldspjald. Það var ekkert á þessu. Nei, þetta er bara klárt, hann tósar í hann hana. En þetta var vel gert hjá... Tveimur 16 ára guttum hana. Já. Frábærlega gert hjá þeim. Það er greinilega einhver efniviður hann í Fjarðabyggð. Vinna vel í yngra flokkstarfinu. Já. Strákar og yngstár í öðrum, þetta er gaman að sjá. En nú er spurning hvað gerist. Tæpa 12 mínútur eftir og Jóhann Ragnar hérna með aukaspinnu og þetta er klárlega hættulegt. Og það fer margan Víkinginn þessa stunduna minnir leiksins á síðasta tíðanbili. En spinnan, þetta er langslagasta spinna Jóhanns í þessum leik, það er óta fullir af það. Já, hann hefði getað tekið þessa spinna á öðrum tíma. Já. Úr einhver annari spinnu. Þetta var dálítið slæmt fyrir þá. Já. Að vinna fyrir þessari góðu stöðu þarna. Fjarðabyggð vinnur boltan aftur. Þeir eru aðeins að hresast núna náttúrulega. Það er að tapa boltanum. Mílós. Heldur boltanum vel, losar hann vel. Þetta er vel gert hjá honum. Hann er mjög klókur. Það er Sigurður Egill. Vinna boltan aftur Fjarðabyggð. Og Víkingar aftur. Einhver aðeins anstæðing á milli þarna. Jakob. Já, hann kemur þessi neti en það er búið að flagga rangstöðu
Ég er nú ekki alveg viss þennan dóm. Nei, Þetta var mjög sérstakt, en þarna sýnir Jakob, hann klárar færi vel, en þetta það tæft í það minnsta. já, Viðar Fylkismaður á línunni þarna, ég ætla ekki alveg að kvitta út þennan dóm strax, þetta væri gaman að vera möguleika að sjá þetta í endursýningu, en það er vist ekki möguleika hér. Nei, ekki ennþá. Já. En þetta kemur strax eftir að Fjarðabyggð var aðeins að færa sig ofar á völlinn, þannig að þetta er erfitt. Þetta er svona hálfpartinn haltu með sleppti mér, á ég að vera aftarlega og að fá ekki á mig fleiri mörk, eða á ég að bjóða hættunni heim og fara framar. Jú. Já, vel gert á Dóra. Hann finnur Jakob. Vel gert hjá Jakobi hérna, fann Þorvald Svein strax tilbaka. Já, sterkur þarna, en vel gert hjá Daníeli. Daníel standa sig alveg ágætlega í þessum leik. Jakob hefur samt oft verið léttari heldur en hann er í dag. Er búinn að vera í Danmörku í vetur og kom fyrir rúmum mánuði síðan til landsins. Já. Þannig að hann mér skilst að sé hjá einkaþjálfara og hafi verið að vinna í hans málum. Og þannig að hann kemur pottið til með að vera bara sterkara sem líður á tímabili. Gleymdi sér aðeins í fleskusteikinni, það virðist vera þannig að Þorvaldur Sveinn, glæsilega gert. Hann komið sér í færi, já, kemur á Jakob og það er yfir. Jakob gerði vel þannig, hann fekk erfiðan bolta og átti góðan skalla og lagði hann tilbaka á Þorvald Sveinn hana. Þannig að Jakob er ágætlega að komast í takt í leikinn og þetta verður það verður aldrei gaman að sjá hvernig hún kemur til með að ganga í sumar. Hvort að hann vel gert, hann vel lesið á Þorvaldur Sveinn og gott hlaup hjá Dofra. Já, heldur hann jafnvæginu, já. Kemur sendinginn í teginn og Jakob, nei. Hvað í færum hérna? Já, þetta er dauðafæri. Geta svo aldeilis eru búin að gera út úr leikinn, en Það er skott að þetta kom ekki í bakið á þeim. Já. En það verður spennandi að sjá því að Víkingar hafa klárlega á tveimur bestu framhjörnum deildarinnar að ráða. Og það verður gaman að sjá hjá þeim hvort að Leifur freistist einhvern tímann til að nota það á báða eða hvort hann ætla bara að nota annað þeirra. Já, þeir báðu verulega vel notaðir. Já, það er klart. Og segir nú ekki meira. Daniel. Nei. Ég svo öll í fyrstel sem myndu vilja þykja annarkona þessari tveggja leikmanna. Já. Það er langt innkast. Já. Nei, þetta er... Já, það er erfitt að sjá þetta fyrir sólinni. Þetta er brot. Hún truflar okkur aðeins. Það er bara slökkva ljósin í herbyggjuna þar sem maður er og rýna vel í skjáinn. Það eru ykkur 7 mínútur eftir þessu pluss viðbótartími, þannig að... Mark núna myndi aldrei hrófna þetta. Já. Þeir gefa sér líka tíma í þetta Fjarðabyggðarmenn. Jóhann spyrnir. Já, skýtur. Já, þetta var ágætt hugmynd. Það er ekki átt mikla snertingu til að breyta. Koma þessu í markið. Já. Fá innkast. Það er náttúrulega aftur að hætta. Hvað gerir Jóhann úr þessu innkasti? Það er langt. Verulega langt og fyrir hvern fellur þetta? Nei, skot í stöngina. Andri Hjörvar. Óheppinn þarna. Þarna var möguleiki fyrir þá. Já, heldur betur. Getur kannski sagt... Flott innkast og óvænt dauða færi þarna á fjærstönginni. En svona boltinn, það er mörg næstum við færin. Já, þetta er á spurningu hvort þetta fallið fyrir menn og það er stöngin inn eða stöngin út. Þetta er... Já, róa Víkingar þetta. 5,5 mínúta eftir að venjulegu leiktíma.
Jakob. Vel gert hjá Jakobi þarna og flott hlaup hjá Volter. Jóhann Björnsson, hann ekkert að elta hann. Þarna var þetta Já, Tómas sýnist þetta að vera Tómas Sigurður Lárusson segi ég, sem að hefði átt að senda boltan í þríhyrningin við Sjálfsmark. Sjálfsmark. Menn sem töluðu það að hann gæti ekki eins og skora sjálfsmörk. já, Gárungarnir. sögðu það aldeilis ekki Egill Atlason. Loksins fer hann að skora á röngum enda. En þetta er klaufalegt hjá Víkingum, það er 5 mínútur eftir og þetta gefur klárlega Fjarðabyggðarmönnum smá blóð á tennar. Já, minni ég þess að hafa komið tilbaka hér síðustu leiktið 2-0 undir þegar korter var eftir og vinna 3-2. Já, þarna sýndist mér líka, þarna átt að vera meiri talandi milli Magnús og Þormans og Egill Lárusson og hennar kemur leikmaður nummer 9 Kjartan Dík Baldursson. Annar ungur efnilegu Víkingur að koma inn á. En þarna var lítill talandi greinlega hjá Magnúsi Þormar og Agli vegna þess að það var ekki mikið press á honum hana og hefði hann bara opnað á sig munninn á Magnús hana þá hefði Egill jafnvel geta bara sleppt þessu og þá hefði Magnús gripið hennar bolta. Já. Þannig að Staðan King sagði þessu svona í netið. Já. Já. Þetta er slæmt fyrir Víkinga vegna þess að þetta Búin að vaði færum hérna mínúturnar undan. Nú þurfa kannski bara eitt horn eina aukaspinnu og þá getur allt gerst. Þarna lýsti sér ákveðið óryggi þegar skallaði þarna Glókovats. En það er þó enginn hætta. Rétt á undan skutu Fjarðabyggðarmenn í stöngina. Úr fínu færi. Núna koma þær upp í hornið. Já, Ingi Steinn. Nei. Kjartan Díki þarna, þetta er sprækur kantmaður, hann er hérna. Já. Hjalti. Fjarðabyggðarmenn hlaupa alveg á fullu hérna núna. Þeir ætla sér að ná ykkur út úr þessu leik. Já, Hákon Sofursson. Duglegur í pressunni og þeir fá boltanum, fá innkast. Kemur hjá Danieli. Já. Ég er nokkur hrifinn af þessu tveimur strákum sem voru að koma inn hjá Fjarðabyggð. Daniel og honum Hákoni. Þetta eru stórir og sterkir strákar og duglegir og taka meira til sín heldur en Bessi gerði hérna framan að leik. Þetta er umtalsvert meira. Þannig að þetta eru strákar sem er komið til með að gegna stóru hlutverki á Fjarðabyggð en góð sending upp í hornið. Kristinn Magnússon, þetta er of hægt. Þetta er bara allt of hægt, þetta er bara illa gert. Já, slök sending. Og fáði skyndisóknin í bakið. Nei, hann lítur að láta fara út. Nei, hann ætlar ekki, nú geta þess að þrýstík á hann hana. Hann var svona hálft í hvoru. Já, Hjalti með langabolta fram á Jakob. Já, það var ungu strákarnir, Hákon gengur ekki upp hjá honum. Já, aukinn barátt í þessu núna. Mílos sett hann bara út í loftið eða eitthvað. Já. Mér finnst Volter búinn að vera góður hérna í seinni hálfleik. Hann er búinn að taka marga sprett kantinn og bara búinn að vera mjög ógnandi. Og þessi sendi ekki honum aftur fyrir. Það kemur dofri. Vel gert hjá unga stráknum. Já. Sveinn með langa bolta fram. Já, sem nú setja þrýstík á hann hana. Kemur þetta mínúta eftir að venjulegu leiktíma. Glókovats þarna með mikilvægar hins og tilbaka. Sveinn, nei. Sólum ætti að leika blindaðan þarna og Jakob. Það er ekki að gera sem matur og svo það er aukaspyrna. Enn og aftur undarlegt dómur hjá leikni ákvæmsinni. Þetta áttu bara að vera Inga sem að Fjarðabyggð átt að fá. Þá kemur spyrna langt fram. Hann
Andri Hjörvar með spyrnuna. Daniel flikkar boltanum. Já, hvað? Enginn að elda þetta uppi. Þarna vantaði árásina hjá Hákonni. Já, þetta var... Hann hefur sínt meiri áræðni í þessu leik heldur en hann gerir akkurat þarna. Já. Ekki eftir trú á þessu. Og enn fær Fjarðabyggð boltan. Sveinn. Og aftur. Ætlar hann að fara í langt Ingas frá miðju. Já, eða... Þetta er kannski bara brot. lengra. Já. Þetta er alveg klárt brot. Hann stígur inn í hann setur rassinn inn í mjöminn á hann þegar hann hoppið í boltan. Þetta getur ekkert kvartað við þessu. Það voru bara... 20 sekundur konar fram í vennilega leiktíma, þannig að hvað ég var giska á 2:40 eftir eitthvað svo leiðis. Já, er það ekki hefðbundna þess að 3+3 mínútur? Jú. Og kannski ekki margar tafir. 4 mínútur. Vel gert við Jakobi Segja hana. hérna hinum megin. Ég segja 4 mínútur. Já. Veit ekki hvað þær kom allar. Það var boltanum með stór hættulegum stað. Hann er komin inn í gegn. Hlýtur að skora eða hvað? Nei. Sveinn bjargar á línu. Já, Ræko gerði vel hann á móti Jakobi. Nei, hræðileg sending. En Mílos. Já, það er slagskot. Það var yfir. Vel gert hjá Ræko þarna. Munaði litli hjá Jakobi. Nei, slögg. Aftur. Það var Dóri. Já, hann ætlaði greinilega að fara að tefja þetta í horni. Já, neðst á kjúklinginn. Það fær hornspyrnu, vel gert hjá honum. Neðst á kjúklinginn, hann er sjálfur ekki orðinn tvítugur. Sendinguna hérna út. Það er Mílos. Já, vel gert hjá honum. Það skotið rétt fram hjá. Fínt skot hjá Þorvaldi. Er þetta ekki Þorvaldi? Já, Þorvaldur Sveinn. Já. Sveinsson. Já, pressa hátt hérna víkingarnir. Og vinna boltan. Uppskera. Og Jakob. Rækjum þarf að koma þessu langt fram. Það eru 2 mínútur eftir upp á tímanum. Það er Jóhann. Hann fellur og aukaspyrnu. Hann næri þessa aukaspyrnu. Já, klókur. Hann beið bara eftir manninum og steig svo fyrir hann. Þetta var eiginlega klaufalegt hjá Víkingnum að falla í þetta. Já. Nú fá þeir einfaldlega döðafæri. Já, þetta getur verið mjög slæmt. Það er nú skott að Jóhann vandi sína spyrnu eða þeir ætla að fá út úr þessu leik. Kemur spyrnan. Fín spyrna. Rifið niður eitt Víkingurinn eða hvað? Nei, ekkert flauta. Nei, innkast. Þannig að ekkert hefur það verið. Það er innkastið, það er Ingi Steinn sem kastar. Já. Sér hálfa leið. Ok. Ásett tilbaka. Nei, þú er að koma þessu bolta fyrir markið, drengur. Það er allir mannskapur fyrir frammi, þannig að þú er að koma þessu fyrir markið. Þetta er bara illa gert. Það reyði ekki við. Þarna fór slæmt tækifæri, þarna átti hann bara að reyna að lúðra þessu fyrir. Vel gett, vel framlengt hana. Hvað er enda boltinn? Fyrir fótum Víkinga. Já. En það hálf mínúti eftir að yfirlistum uppbóta tíma. Kemur langt innkast. Stórumönnin fær ennþá inn í bara. Já, takk þetta rétt á stað, segir hann. Leiknir eitthvað smámunum saman hana. Jóhann með kastið. Æ, þetta er ekki nógu gott kast. Nei. Og Aja. þá er leikurinn búinn. Sanngjarn sigur. Já, enda með sanngjarnum 2-1 sigri Víkinga á Fjarðabyggð. Ég ætla að skella mér í viðtöl og nú fara að gera þetta kannski aðeins upp. Já. Öruggur sigur Víkinga hérna í dag. Þeir sigruðu 2-1 með mörkum frá Dofra Snorrasyni. Fyrsta mark á 18. mínútu og annað mark 2 mínútur seinna á 20. mínútu. En það var svo sjálfsmann frá Agli Atlasinni á 87. mínútu sem minnkaði muni fyrir Fjarðabyggð.
Víkingar töluvert sterkar í leiknum og áttu þennan sigur fyllilega skilið. Hefðu ósegju geta skorað fleiri mörk í þessu. En það alveg ljóst að Fjarðabyggð þeim koma til með að sakna mikið í sumar Hauks Inga Sigurbergssonar sem búinn að vera þeirra fyrirliði og hjarta og sálinn í þessu liði undanfarin ár. Það dálítið slæmt fyrir að missa hann. Guðmundur komin niður á völl að leita mönnum í viðtal. Spurning hvernig hann grípur í þannig. En eftir þessa umferð voru úrslitið þannig að Þróttar að tapa á heimavelli fyrir KA 2-1, Leiknir sigrar Njarðvík 2-0, ÍR sigrar Gróttu á Nesinu 2-1, Skaginn tapar á heimavelli fyrir HK 2-1 og Þór og Fjölnir gera jafntefli á Akureyri 1-1 sem gerir það að verkum að Leiknismenn eru á toppnum eftir fyrstu umferð með markatöluna 2-0 en svo koma Víkingar, KA-menn, ÍR-ingar og HK með markatöluna 2-1 þannig að þetta er nú bara nýbyrjað og mikið eftir á mótinu. Og hérna er að koma með einhvern í viðtal. Það er Leifur Garðarsson sem er komin til hans út á miðjan völl. Þeir eru komin til minn Leifur Garðarsson, þjálfari Víkings. Við vorum að minnast á það í útsendingu hérna áðan að í stöðunni 2-0 korter eftir í leik þessara liði fyrra þá skora þeir 3 mörk. Fór eitthvað þið þegar þeir minnkuðu munin? Árið 2009 liðið, nú er 2010. Skiptir var ekki máli? Þetta bara skiptir enga máli, það er 2010 í dag. Þannig að það fór ekkert þið þegar þeir minnkuðu munin? Nei, við erum náttúrulega vöðum hérna í færum og getum náttúrulega sjálfum okkur kent að hafa ekki verið löngu búin að skera þetta 3. mark og það er alltaf hættulegt í leikjum þetta 3. mark. Við ættum bara að vera búin að klára þetta en ég vissi alltaf að við myndum halda þessu. Flottur leikur á þínu liði? Já, mjög svona kaflaskiptur svolítið, við byrjuðum mjög vel og náðum 2 mörkum og gátum jafnvel bætt við meira og svo duttum við niður í loki seinni hálfleiks. Unnum okkur svo aftur inn í byrjun, fjölluðum aðeins saman hvað við getum gert betur og fengum náttúrulega fullt af seinsum og eins og segi, við ættum bara að gera út leikinn fyrr. Þú ert með flotta frammeira þarna, Helga og Jakob, vorum að velta því fyrir okkur hvort að kemur þið greina að nota eitthvað saman eða þetta væri bara leikkerfið Já, nú erum við bara með 24 menn og þeir hafa allir mikilvæga hlutverki að gegna og einhverjir spila saman og einhverjir þurfa að sitja fyrir utan, einhverjir komast ekki í hóp einu sinni, mjög öflugir leikmenn og við stöndum bara saman í þessu sem einn heild og ætlum að klára þetta sem eitt lið. Nú er okkur spáð góðu gengi og þetta var bara óska byrjunin að skila þessum 3 stöðum hérna á heimavelli. Já, það er geysilega mikilvægt að vera með hugann og efnið og klára leikina. Við sáum það nú bara á úrslitunum í gær að þau voru kannski ekki eftir þessari heimsfrægu bók en þetta getur farið allavega í þessari deild. Það eru feikilega sterk lið í deildinni, lið sem töpuðu jafnvel í gær sem eru frábærlega mönnuð og búin að sanga sér leikmönnum. Þannig að geta í raun allir unnið alla. Og liðin geta boðið upp á stórskemmtilegan fótbolta eins og þið sýndu á köflum í dag. Já, ég hef nú ekki svo sem yfirsýn langt aftur í mörg ára en ég held að ég geti nánast fullyrt að fyrsta deildin hafi aldrei verið jafn sterk. Gerða það ekki verið þetta. Takk sömuleiðis. Já, þetta voru orð Leifs Garðarssonar, þjálfara Víkings sem sá lið sitt við sigra Fjarðabyggð 2-1 hér í Víkinni. Þakka Garðari Gunnar Ásgeirssyni kellaði fyrir aðstoðuna og tæknimönnum og myndatökumanni. Guðmundur Marin og kveður sportið við séu bless. Míla rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi og tryggir fjarskipta, síma og afþreyingarfyrirtækjum öruggar dreifileiðir fyrir fjölbreytt samskipti og skemmtiefni. Þúsundir kílómetra af ljósleiðurum og kóparstrengjum Mílu tengja saman byggðir landsins og landið við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum á sjó, landi og lofti og stuðlar að heilbrigðum hjartslætti upplýsingasamfélagsins. Míla, lífæð samskipta.